En varðandi enska boltan. Hvað er að gerast þar eiginlega? Já, það sem að eins og ég með þetta, þá hefur það vakið athygli að Herdís... Nú erum við að tala hlutafélagið Sín. Við erum að tala hlutafélagið Sín, forstjóri þar Herdís... Hlutafa leggiði nú við hlustir. Já, og þar forstjóri Herdís Fjærstedt og hún ræðir það, fyrst að við erum að tala sóknir í boltanum, þá ræðir hún það að taka enska boltan yfir sé sóknarfæri. Hún segir þetta þarna á fundi með starfsmennum, þetta sé sóknarfæri Sínar. Það er mikið slegist þennan rétt þegar boði í háar upphæðir. Og María Björk sem er forstjóri Símans sagði hérna við okkur bara núna síðastlið vor, þá sagði þegar við spurðum hann að því, er þetta ekki erfitt fyrir ykkur og þungur biti að missa enska boltan? Þá sagði hún, nei, við erum búin að rekna þetta út, þetta mun ekki hafa áhrif á rekstur Símans. Það sem hins vegar vekur athygli er það að Sín ætlaði sér að fá alla ensku áhuga fólk enska boltan yfir auðvitað til Sín með ekki bara enska boltan, heldur að taka viðskiptavini frá Símanum yfir til Sín í gegnum bara Síman og fjarskipti og netið og þess áttar og fara yfir í Sín Plus og svona, það var breytt nafn þarna á þessu og sem að ýmsir velti fyrir sig til hvers. Það hékk margt á spýtunni. Margt á spýtunni. Aðalatriði samt sem áður er það að þegar að fjarskiptastofnun kemur með þetta, hvort sem það er til bráðabirgða eða hvað það nær langt, að þú sem hjá Símanum, þú getur fengið pakka hjá Sín, varðandi enska boltan, en í línulegri dagskrá. Og þetta þýðir það að þeir allt inn að bjóða núna í staðis að fólk gæti ekki hort á enska boltan hjá Símanum. Heldur það að flytja sig yfir til Sínar til þess að horfa á enska boltan. Þá eins og staðan virðist í augnablikinu að þá getur þau verið áskrifandi eða bara verið hjá Símanum og hort á enska boltan, auðvitað þá er það bara milli viðskipta, milli Símans og Sínar. En það er þó gert í línulegri dagskrá. Sín er í raun og veru neitt til þess að vera í þessu viðskiptum við Síman og sem gerir Símanum kleift að selja sínum áskrifendum enska boltan. Já, og missa ekki áskrifendum. Ég var að reyna að lesa í gegnum þennan úrskurð fjarskiptastofu eða stofnunar, ég man ekki hvað það Fjarskiptastofa held ég þetta heiti. Var að reyna að lesa í gegnum hann og ég var eiginlega ekki alveg að kveikja á þessum röksemdafærslum. Nei. Enski boltinn er það það er miklar tilfinningar í kringum hann og menn mjög tryggur, stór áskrifendu hópur sem er tilbúið að borga ansi mikið fyrir að hafa enska boltan. Já, og kona mín væri til dæmis tilbúin til þess að borga stórféð fyrir að hafa ekki enska boltan. Hún þekkir það. Það er hinliðin á þessu. En þetta er samt staðreind að þetta er mjög sterkur hópur og þess vegna eru fyrirtækin að yfirbjóða, þetta er bara verið reglulegu millibili núna í langan tíma að þessi fjarskiptafyrirtæki er að yfirbjóða hvort annað til þess að fá einkarétt á að sýna þetta. Og mér finnst það svolítið skrítir röksemdafærsla, það er eins og þetta sé eitthvað svona almanna heilla mál að það sé hægt að dreifa þessu með þessu. Ég átta mikið á því hvort það snúist fjarskipta leiðina eða efni sjálf. En nú velti maður fyrir sér að til dæmis Sín hefur staðið sér bara mjög vel á ýmsum sviðum með íþróttaútsendingar. Ég get svo sannarlega tekið undir það. Og það viðurkenna allir til dæmis, Jóna, að þeir hafa haft mikið með það að gera áhuga á körfubolta til dæmis í landinu hefur aukist, þeir standa mjög vel að öllum útsendingum varðandi íslenska körfuboltan. Íslenski handboltinn, hann bara súkkaði niður þegar ekki tókst að semja að Sín sæju það. Og það sýnir að... Hann fór yfir til Símans. Þannig að já, en hann er bara, hann er alls... Þeir tóku gaupa yfir. Já, en það er bara alls ekki að gera sig eins og að mínum dóm. En þannig að mér finnst skrítið til dæmis að svona íslenskar íþróttir, það sé þessi almanna heilla sjónarmiðum að útsendingur sem dreift á milli stöðva sé eigi ekki við það, heldur það eigi við enska
ensku knattspyrnuna, maður velti bara fyrir sér röksemdafærslu.